Guðlaug, nú fagnar HSS 70 ára afmæli þessar mundir. Hverjar eru svona helstu áskoranirnar hjá stofnuninni þessar mundir? Já, þær eru nú nokkrar. Mér finnst nú kannski fyrst og fremst að svona kynna þjónustuna og hvað HSS hefur upp á að bjóða sem bara mjög gott og það verður nú að halda því til haga. Við þurfum einhvern veginn að styrkja það sem vel er gert og bæta það sem má bæta. Og til þess einhvern veginn að svona sjá hvað það að þá ákvað við að vera með íbúafund til dæmis til þess að bara fá það bara hreint frá íbúum hvað það sem stofnunin að gera vel og hvað getum við gert betur. Og það heilmargt sem við getum gert betur. Og ég held svona til þess að taka það saman að þá snýst það aðalega jákvæða ímynd, byggja upp traust og fyrst og fremst. Ég held að það sé stóra málið. Þannig að þú varst hálfpartinn að svara næstu spurningu sem svona hvernig finnst þér stofnuninni standa almennt hvað varðar þjónustu við Suðurnesjamenn? Það svona, partur af spurningunni. Sko almennt varðandi þjónustu við Suðurnesjabúa þá held ég að við séum að standa okkur alveg þokkalega. Ég held að við séum líka svolítið með þá ímynd að það sé ekki hægt að komast að. Ég held að það sé búið að snúa því alveg ágætlega við núna. Það tiltölulega lítil bið eftir þjónustu til dæmis á heilsugæslunni. Það hefur færst til betri vegar með betri mönnun og þannig að það eru alveg ótrúlega mörg tækifæri sem þessi stofnun hefur og ég sé það þannig að heilbrigðisstofnun Suðurnesja geti verið bara heilbrigðisstofnun til fyrirmyndar að svo mörgu leyti. Þannig að mér finnst einhvern veginn svo margt í starfsemi stofnunarinnar sem að bara mjög burðugt og við getum vel byggt á. En enga síður þá held ég að við þurfum að bjóða upp á fjölbreyttari þjónustu. Við höfum verið að vinna því til dæmis núna að bæta krabbameinsskimun eða aðgengi að krabbameinsskimun því að það þannig að samkvæmt svona lýðheilsuvísum embættis landlæknis þá það þannig, staðan þannig núna, til dæmis það tæplega 3000 konur sem hafa ekki komið í brjóstaskimun en hafa sannarlega átt að vera komnar í brjóstaskimun. Þannig að til þess að færa þjónustuna nær íbúanum að þá ákváðu við að bjóða upp á skimun í heimabyggð og í samvinnu við brjóstamiðstöð Landspítala og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og þau eru núna í afmælisvikuna að koma með tækin sín hingað og það svona kannski skemmst frá því að segja að það bókuðust bara upp í raun og veru allir tímar og þannig að við erum að framlengja tímabilið sem að konur hafa tök á að koma hingað í skimun því við viljum að konur á Suðurnesjum geta skroppið í skimun. Það þurfi ekki að taka 3 tíma að fara í skimun. Fólk á að geta skroppið í skimun og ég mjög þakklátt fyrir það hvað það hefur verið vel tekið í þessa viðleitni að færa þjónustuna nær fólki og við erum þegar komnar með mörg hundru bókanir í þessa tíma. Hvernig sérðu heilbrigðisstofnun Suðurnesja svona þróast á næstu árum? Ég sé hann að þróast þannig að hún verður fyrst og fremst mjög öflug fyrst og annars stigs heilbrigðisþjónusta. Hún verður náttúrulega aldrei 3. stigs heilbrigðisþjónusta. En ég held að það sem að skiptir máli að við eflum fyrstu komu, eflum bráðamóttökun okkar í samvinnu við Landspítala, jafnvel. Og ég held að það samstarf á að vera mjög gott. Ég sé þjónustuna þróast þannig að heilbrigðisstofnun Suðurnesja verði kennslusjúkrahús, viðurkennt kennslusjúkrahús og það skiptir verulega miklu máli til framtíðar. Hvað meinarðu með kennslusjúkrahús? Að við séum viðurkennt stofnun til þess að vera kennslusjúkrahús, heilsugæslan það, en sjúkrahúsið og bráðamóttökan hefur ekki fengið slíka viðurkenningu og við erum í þeirri vegferð núna. Þá þurfum við að bjóða upp á ákveðin námstækifæri og leiðsögn og handleiðara og við erum sannarlega að vinna í því núna. Þannig að fólk sem í náminu getur komið hingað í starfsnám, sem maður segir. Já. Viðurkennt starfsnám, já. Nú hefur oft svona í gegnum tíðina, getum við sagt, fjármögnun eða það fjármagn sem HSS hefur fengið. Það hefur mjög oft verið í umræðinu svona að það hefur verið á lítið. Ég veit ekki neina heilbrigðisstofnun sem fær of mikið fjármagn eða telur sig vera rétt fjármagnaða.
Þannig að ég held að við þurfum einhvern veginn að velta við öllum steinum og auðvitað það alltaf þannig að það hægt að gera betur. Það hægt að fara betur með fjármagn. En þá ég ekki að segja að stofnunin sé offjármagnu bara langt í frá og við erum nýlega búin að senda frá okkur svona afkomu viðvörun til heilbrigðisráðuneytisins það að við erum að keyra nokkur 100 milljónir fram úr áætlun. En mér finnst það líka að vera til alls fyrst að maður upplýsi nákvæmlega hvernig staðan og hvað við leggjum til að þurfi að gera. Þannig að við ætlum að taka þátt í því en við munum sannarlega reyna að sækja meira fjármagn. Það sem líka kannski svolítið stendur okkur kannski fyrir þrifum eða ég veit ekki hvernig maður orða það að það eru mjög margir sem bíða eftir hjúkrunarheimili og bíða hér á stofnuninni. Þannig að það alltaf fá hjúkrunarrými á svæðinu. Það bara þannig. Hvernig hefur það gengið? Nú hafði verið með eina deild hérna sem hefur verið svona nokkuð konar eins og þú segir biðdeild eftir hjúkrunarheimili. Hvernig hefur þetta gengið? Það hefur í raun og verið gengið ágætlega. Við náttúrulega auðvitað lokaði Víðihlíð í Grindavík og sjúklingar eða skjólstæðingar sem þar voru komið hingað og þeir eru náttúrulega farnir flestir inn á sín hjúkrunarheimili sem þeir óskuðu eftir að fá heimilisfestu á. En allavega þá erum við með nokkuð marga skjólstæðinga sem bíða núna eftir hjúkrunarheimili og það gengur of hægt. Og það auðvitað náttúrulega önnur starfsemi náttúrulega tefst á meðan. Hvað með mönnun stofnunarinnar innan? Þið eru hérna, ef ég sá rétt, eitthvað tæplega 400 manns sem eru skráð starfsmenn hérna. Ég man ekki hvað mörgum 250 stöðugildum. Hvernig gengur að manna og eitt af því ef ég bæti við þá spurningu náttúrulega það hefur svona í gegnum tíðina ef maður horfir tilbaka sem verandi hérna á svæðinu það hefur svona gengið misvel að fá lækna. Já, sko ég ætla nú alveg að vera Pollýanna þarna sko. Því að mér finnst það bara ganga alveg ágætlega núna að manna. Mér finnst bara mjög mikil jákvæðni í garðstofnunarinnar. Ég held að það sem að kannski íbúar hafa kannski helst gagnrýnt stofnunina fyrir og kom fram á íbúafundunum að það væri ekki nógu mikil stöðuleiki í mannskapnum. Það væri alltaf nýir og nýir einstaklingar. Og mér finnst núna með því að hafa fleira fastráðstarfsfólk þá erum við svolítið einhvern veginn að mæta þessari þörf og að þessari sjálfsögðu kröfu íbúa stöðuleika í mönnun og þannig að mér finnst við vera á réttri leið hvað varðar menn. Þú nefndi lýðheilsuvísa hérna í okkar spjalli rétt áðan og hvernig eru þeir hérna Suður með sjó? Já, takk fyrir að spyrja þetta vegna þess að það kannski það fyrsta sem ég rak augun í þegar ég tók við hérna sem forstjóri að lýðheilsuvísar embættis landlæknis eru með allt öðrum hætti heldur en annars staðar á landinu. Hér hlutfallslega og marktækt fleiri sem telja andlega og líkamlega heilsu sína vera lélega eða sæmilega sem marktækt verra heldur en annars staðar. Það var eins og ég sagði áðan að þá eru færri sem koma í krabbameinsskimanir. Það sem kannski við þurfum líka að horfa á núna með lýðheilsuvísuna sem birtist núna fyrir svona mánuði síðan að það eru marktækt fleiri einstaklingar 18 ára og yngri sem eru á þunglyndislyfi og við þurfum að horfa svolítið í þetta einmitt hvernig getur þá stofnunin eins og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hvernig getur hún komið til móts við þetta hvernig erum við að sinna unga fólkinu hvernig erum við að sinna eldra fólkinu og hvernig getum við í raun og veru líka bara einhvern veginn horfst í augu við það að hér það líka þannig eins og kemur fram í lýðheilsuvísunum að það eru fleiri sem að fresta því að koma í heilbrigðisþjónustu eða panta sér tíma út á kostnaði og við þurfum einhvern veginn að skoða þetta. Þess vegna var það frábær ákvörðun sem að heilbrigðisráðherra tóku daginn að það var að lækka umtalsvert gjöldin hvað varðar brjóstaskimun úr 6.000 og eitthvað krónum í 500 krónum. Þetta bara skiptir máli. Ertu með skýringar á þessu varðandi það sem þú ert að nefna með lýðheilsuvísuna? Akkur þetta öðru síðan? Sko, ég held að það sé mjög margir þættir. Samsetning íbúa með öðrum hætti. Það eru fleiri íbúar sem eru á erlendi bergi brotnir. Það eitt af því sem að ég held að getur verið ein skýring. Við þurfum að ná til þeirra. Það mjög mikilvægt.
það líka þannig að það fleira ungt fólk, það líka þannig að það kannski meira óöryggi hvað varðar atvinnu og menntunarstig aðeins öðruvísi. Þannig ég held að sé mjög margir þættir sem að skipta þarna máli. Og ég held að við á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja getum verið líka bara ákveðin fyrirmyndum varðandi lýðheilsu, hreyfingu, hvernig getum við hjálpað til við það, og við vorum til dæmis bara núna að láta útbúa sérstaka bolta fyrir börn sem koma í skoðun, sem sagt í 2 ára skoðun og 4 ára skoðun, þá fá þau bolta og það liður í því að skilaboðin hreyfing. Þú nefndir hvað stofnunin stödd í hvaða stig þjónustu hún getur veitt og ef ég skildi rétt þá nær það ekki til skurðdeildar eða sem þar að leiðandi tengist fæðingadeildinni. Þetta eitthvað sem bara farið og verður aldrei eftir skurðdeild hérna? Sko, ég held maður aldrei að segja aldrei. En það þarf allar svona breytingar þurfa að ígrundast mjög vel. Sérstaklega út frá mönnun og sérstaklega út frá magni aðgerða, fjölda aðgerða. Þú þarft að hafa ákveðin fjölda aðgerða til að geta haldið uppi þeim gæðum sem þarf. Og ef að þú nærð því ekki, þá í raun og veru ekkert sérstaklega skynsamlegt að gera þetta. En aftur á móti þá held ég að við gætum farið í skoðað fyrst eitthvað annað, til dæmis eins og bjóð upp á speglanir. Það eitt af því sem ég held að við eigum að skoða, en ég ekki viss að við sem akkurat stödd þar núna að fara speglir í að opna skurðstofur. En af því að þú nefnir fæðingadeildina, þá fær hún alveg mjög góða, hvað maður að segja, við fáum mjög góða, fólk mjög ánægt með þjónustuna. Það skiptir alveg geysilega miklu máli og ég get alveg sagt það, auðvitað heyrir maður líka það sem að má gera betur og við viljum heyra það. Við viljum bara sjá óhreina þvottinn. En það alveg sérstaklega gott og gaman og þakkarvert að heyra það sem að vel gert. Því þá getur maður líka styrkt það áfram. Svona kannski, að lokum, þú ert nýkomin hingað, svona, hvernig upplifir þau svona, var þetta eitthvað öðru sem áttu vona á, þetta verra eða betra eða hvernig svona þín upplifun svona, það myndi verið bara í nokkra, í hálft ár? Já, veist að þetta í raun og veru bara mjög svipað og ég átti vona á. Mér finnst þetta geysilega skemmtilegt. Mér finnst bara markmiðið að byggja upp þessa jákvæða ímynd og traust til stofnunarinnar og það bara mitt markmið, það bara þannig. En sko þetta ekkert mikið öðruvísi en auðvitað náttúrulega það bæði kostur og galli að vera ekki hérðan, þekki ekki samfélagið. Það kostur að þýletinu til að þá veit maður ekki alveg söguna og alla tengingarnar og allt þetta, en það getur líka stundum verið galli. Það sem mér fannst líka að skipta svo miklu máli, það var í raun og veru að hitta sveitastjórnirnar eða bæjarstjórana í sveitafélögunum bæði Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og Vogum og að finna í raun og veru hvað það mikill metnaður gagnvart stofnuninni og mikil vænting og væntum þykja gagnvart stofnunum, það skipta alveg geysilega miklu máli. Hefur samstarfið verið gott við þessa aðila? Mjög gott, alveg frábært. Nú hefur þú verið aldeilis í framlínu heilbrigðisstofnunina á Íslandi á Landspítalanum og verið þarna algjörlega í framlínunni. Við gerum ráð fyrir því að það muni náttúrulega nýtast eitthvað að hafa þessa reynslu. Þú ert með gríðarlega mikla reynslu í þessu. Já, ég hef það og til margra ára og það sannarlega nýtist mér. Ekki síður kannski það sem að nýtist manni allt þetta tengslanett sem skiptir svo miklu máli og þannig að það skiptir mjög miklu máli að auðvitað hafa reynslu þegar maður fer inn í svona starf. En hvað með sjálfa þig? Ertu sveitastelpa eða ertu að koma úr borginni? Ég alin upp í borginni og en ég á rætur að rekja á Snæfellsnes og þar segja þar mína rætur eru. Þannig að ertu bjartsýn fyrir hönd HSS? Ég mjög bjartsýn fyrir hönd HSS. Ég veit að stofnunin hefur alla burði til að vera
til algjöra fyrirmyndar.